Kæri fundarstjóri, tímavörður, meistarar og aðrir gestir. Mér finnst mjög gaman á Akureyri. Ég búinn að sjá margt og mikið. Ég búinn að vera hér í 4 daga, kem heim á sunnudaginn. Hvernig í Reykjavík? Hlakka til að sjá ykkur og ég ætla að gefa ykkur stórt knús þegar ég kem aftur heim. Kærar kveðjur, Arnar á Akureyri. Svona hljómaði bréf sem bróður minn sendi til fundarstjóra, tímavarða, meistara og annarra gesta. En nóg það! Hér liðið okkar. Eyþór, frummælandi meðmælanda og margfaldur Íslands og Kópavogsmeistari í hraðskák. Hann vann einu sinni skákmeistara í skák. Skákhyttu. Margrét Lóa, meðmælandi meðmælanda og fyrrverandi verkstjóri á Subway á Hringbraut. Ásvaldur Sigmar, oftast kallaður Ási Mimmi, stuðningsmaður meðmælanda og vaktstjóri á Kaffi Katalína í Hamraborginni. Næst hefði komið á besta skemmtistað Íslands, Kaffi Katalínu í Hamraborginni. Segið þá við barþjónana ef þið þekkið Ása Mimma og þá fáið frítt Volgan Slots 33 centilítra. Þvílík veisla. Áður en ég hætti vil ég tala svolítið einn mesta ormameistara sem ég hef augum mínum leikið. Þessi drengur getur allt sem aðrir geta ekki. Hann er svo manneskja sem allir vilja vera, en enginn jafnast á við. Og það minn maður, Einar Áskell. Einar Áskell alveg ótrúlegur. Öll óheppin sem hann hefur lent í eru ótrúleg. Takk fyrir mig. Blessuð og sæl. Lið okkar heitir Unnumvinnsinu Mortar og það er ástæða fyrir því að við erum sigurvegarar Mortar seinast. Herru, Styrmir er Kolli. Kolli er frummælandi, Friðgeir er meðmælandi og Styrmir er styrmælandi. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Ég fór til Selfossar daginn. Ég fer ekki oft til Selfossar, en leið og ég keyrði yfir brúna framhjá ánni sem ég man aldrei hvað heitir. Þá opnuðust í mér augun. Hvert er ég? Komin eða? Fyrsta sem ég tók eftir þegar ég keyrði inn í bæinn var þessi tignarlegu pulsu. Og tjöfull er þetta fucking góða pulsur maður. Ég hefði áfram að keyra inn í bæinn og þá var það bara Kenny, Hlölli, Subway og fucking bíó á Selfossi. Það er alltaf sumar á Selfossi, jafnvel að vetur. En ég fór ekki í bæinn daginn eftir að hafa gist á Tryggvagata Apartments. Já, það er Tryggvagata á Selfossi. Þá fóru ákveðna vangar eftir að spretta upp í kollinu mínu. Hei, þetta er heilt bæjarfélag rétt fyrir utan Reykjavík sem að býður upp á, að minnsta kosti marga af þeim kostum sem að IKEA hefur verið að bjóða. Það eru örglaðar pulsur í IKEA. Ég keypti Hlölli eða Kenny, það er ágæða mötinn í IKEA sem býður upp á pulsur og kjúkling. Það er ekki nóg fyrir þig, þá getur við bara hendur í matvörubúðina sem býður upp á allt sem þarf til að djúpsteka kjúkling. Þú getur franskar, gera einn custom hlöllabát og kaupa úrvald ríkjatíðunda til þess að svara þorstanum. Ef þú ættir IKEA og fara allir í feitt kreifjum og Pulp Fiction með klassískt með Tarantino, þá getur við bara náðu í flatskjá sjónfréttina, styrkir framan einn cozy hörðarrúm eða bara farið í boltalampi og skellt myndin í tæki. Þess maður einnig geta eru komnar 3 IKEA-búðir í 3 heimsálfum vísvegar sem eru með bíósal. Það var í Eyjálfu, Afríku og Suðurskautslandinu. Við hefum ekki glemma því að eins besta rappstjarna Íslands sögunar hefur rætur sínar að rekja beint í kransætnar á IKEA á Íslandi. Gísli Pálmi ferður miklu betri kransætnar okkar heldur en Dunkin Donuts Kolbeinn. Gísli Pálmi er nefnilega sonur Sigurðar Pálmasonar, einn af eigendum IKEA á Íslandi.
Það halda kannski flestir að Gísli Pálmi sé á 108 eins og sumir úr vinum minn sem í Mortar, en það bara ekki alveg raunin. Það vita ekki margir en þegar Gísli Pálmi var aðalstuð þá var IKEA á Íslandi í Holtagörðum. Almenningur á Íslandi heldur að Gísli Pálmi hafi aðalstuð í 108 en það bara ekki satt. Foreldrar Gísla Pálma kusu heilbrigðara á öruggara umhverfi heldur en 108 fyrir litla drengi sinn og leyfði honum að velja hvert flotta barnaherbergið á fætur öðrum á hverju einasta kvöld. Pælið því! Aldrei, þú veist, sama skíti á 108 rúmi á hverju kvöldi. Við getum þakkað IKEA-vættri barnæsku hans fyrir það að hann hvarf ekki ofan í svartur dópneyslunar í 108. Það IKEA þakka að hverfisbróðir Inga stendur hátt á toppi tilverunar og hljómi í eyrum ykkar af menntaskólaböllum og í daglegu lífi. Kolbeinn og Jónas. Ég hélt að því 108 verður öll fjölskylda. Þið grætið, Arnar og Ásvald. Fundarstjóri. Í september árið 2009 opnaðist fyrsta IKEA-búðin í Færeyjum. Eins tilviljunarkennt og þetta hljómar, þá var það einmitt sama dag sem að Eyþór Trausti smitaði heilan grunnskóla af ebólu. Klaus var ósköp eðlilegur drengur úr Kjarnafjörðinni í Garðabænum. Ég var faðir hans og hann var sonur minn. Við lifðum saman hamingjusömu lífi. Jafnvel þótt í víxla á honum og öðru barni á fæðingardeildum á sínum tíma hann ekkert minna sonur minn fyrir vikið. Hitt barnið var bara ókrumpað. Í dag eru 6 ár síðan ég týndi syni mínum í Boltalandi í IKEA. Hann var eina barnið mitt og þar af leiðandi einkabarn. Alveg svo síðan. 2 uppáhaldshlutir hans voru kjötbollur og aríar og því fékk hann að fara í IKEA á afmælisdaginn sinn. Í beinu framhaldi af sonarmissinum hafði ég samband við rekstrarstjóra Boltalands, Rúrik. Hann kynnti sig sem Rúrik barnahirði, þvert á nafnspjaldi hans. Rúrik vinna safna börnin. Sagði ég safna? Ég meina nota geima. Það eftir skilningur hver og einn. Í bræði minni greip ég hann hálstæki og spurði hann hvað sonur minn væri eiginlega. Klausi litli týnast í boltinn fyrir daginn. Hann kannski dúkka upp í IKEA Stockholm, engin trygging. Rúrik sagði þá að það hefði verið lagt verðmat á sonur minn og ég fekk 2 billihillur fyrir. Ágætt. En það var þá leið og þetta gerist sem ég vissi að þetta væri búispil. Jafnvel þótt hann myndi finnast IKEA Stockholmi, þá væri hann óviðræðahæfur, heilafreginn af sænskri menningu. Þeir sem dvelja lengur en 3 daga í Svíþjóð vera gagnslausir samfélagsþegnar. Í framhaldi af þessu ákvað ég að kynna með Boltaland enn frekar. Boltaland í grunninn ekki ósvipað vinnubúum í Síberíu. Þegar litið þar inn má finna lykt af mannvonsku og eymd. Fyrsta herbergið sem blasir við manni kynnt sem leirherbergi. Þar eiga börn að geta stytt sér stundið við að leira, en í rauninni fer það fram umfangsmikil mjólkurframleiðsla. Mjólkin í kaffiterinu IKEA nefnilega ekki frá mjólkursamsölunni eins og margir getur haldið. Þeir kannast ekki við það þegar að brjóstastætt barnanna þína breytist eftir ferð í Boltaland. Börnin í Boltalandi eru sendin í hollum í leirherbergið, en þar þeim gefið hormónalyf. Þá byrja þau að laktósa og hvert barn mjólkað eins mikið og mögulegt á hálftíma. Þá eru börnin oft komið með myndarleg brjóst, það eru aukaverkanir lyfjanna. Til þess að það komist ekki upp verknaðinn eru börnin sendið skurðaðgerð að lokinni mjólkun og brjóstin fjarlægð. IKEA gefur svo út fyrir að vera sparsamt fyrirtæki og því láta þau brjóstakjötið ekki fara til spillis.
Vissuð þið að sjöttif í sjöttbólur, það þýðir brjóst á sænsku? Eyþór, þú getur kannski dissað mig, en þú getur aldrei dissað Dunkin. Ronald Rogan. Á hverju ári kviknar í jólageit IKEA. Fjölmiðlar segja almenningi að þar séu skemmdar margar af verki, en það ekkert nema tóm vitleysa. Þetta einmitt ástæðan fyrir því að bassöndir ekki bara hugtak, heldur tónlistarmaður. Jólageitin ekkert nema fórn til bassöndir. Pæla hans í þessu. Stay in school and don't do IKEA, kids. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og að ljúga. Allt vænt sem vel sænst. Ég meina, það Svíþjóð ekki fært heiminum. Snus, ABBA, Línu Langsokk, Bassöndir, Volvo-bíla, Hægirberg, Avans Báttis Blöndals og fyrst og fremst stórveldið IKEA. Ég finn fyrir svo miklu friðsall þegar ég rölti ganga IKEA. Ég skoða hvert krók og kima í fullkomlega einréttið gerði íbúðunum og læti sem þess mig í búið þar. Skoða svo alls konar dót sig þarf ekki þegar svo neðra hæðina og lykta svo mörgum sýnleg innkertum og ég fyrir jafn andlegt ástand og friðger í M-hótelefni í fyrra. Bílíhilla hér, bílíhilla þar, bílíhilla allstaðar. Svo þetta kjörið að enda ferðin á svenska kjötbollur, IKEA bjóri kaffi til néttur og já, IKEA framleiðir líka bjór. Grænmetisbollur eða völd grænmeti, sem það. IKEA draumaheimurinn. Það geta allir keypt eitthvað fyrir heimilin og þeir sem eigi heimili geta keypt sér heimili IKEA. Þetta Ingvar Kamprad, stofnandi IKEA. Hann líka einn af ríkustu mönnum í heimi. Pluss þegar þú googlar hann komið fullt á svona niðurstöðum eins og Ingvar Kamprad, inspirational quotes. Ég ætla að tella nokkra fyrir ykkur. Only those who are asleep make no mistakes. Já, sérstaklega í Lervík-grúfinu frá IKEA. Most things still remain to be done, a glorious future. Ok, wow. IKEA people do not drive flashy cars or stay at luxury hotels. Eins og heyri Ingvar góði maður og hóver. Hann svolítið sætur líka. Ég líka hann að borða pulsu í IKEA. Kolbeinn, sonurinn betur settur í Bollaland enn þér. Rúrik vinni hjá barnaverndarnefnd og Kolbeinn grína hann vegna tungumála líka. Guðs, það er mega ljúft. Ég ætla líka að segja ykkur smá brandara. Kann líka skemmst við hennar brandara. Hann sem á breytir. Það var eins og kærustupar sem heitir Magga og Jónas. Þeir voru að leika sér í nýja þakherbergja Möggu þegar Jónas ældi með gluggann. Magga hringdi strax á leiðlínuna. Lögreglustjórinn svaraði og Magga öskraði óttaslegin. Jónas ældi með gluggann! Það var nú gott, svaraði löggan. En Jónas ældi með gluggann! Öskraði Magga aftur. Það var nú gott, endurtók löggan. En Jónas ældi út gluggann! Öskraði Magga í þriðja skipti ævarið. Það var nú gott, sagði löggan og bætti svo við. Hvað heitir þú annars? Magga. Sönnsaga. Vissu líka að Kolbeinn þýðir kúkar á sænsku. Kolbeinn, við skuldum með sófa. Fundarstjóri, andmælendur, dómarar og góðir gestir, ég fór í sleik við Arnar Má síðustu helgi. Í kjölfarið þá reið hann mig svo harkalegi raskatið að ég fékk gyllinæð. Ég er ekki sáttur með þessi vinnubrögð. En það er ýmislegt annað sem er athugavert við vinnubrögð andstæðinga okkar. En við ætlum að byrja aðeins á að tala um IKEA fyrst. IKEA er í Garðabæ. Þórgnýr Einar Albertsson býr í Garðabæ. Þórgnýr var á 4. sæti í lista framsóknarmanna í Garðabæ í síðustu sveitarstjórnarkosningu. Það segir ýmislegt hversu siðblindan mann hann hefur að geyma. Og við unnum hann einmitt í úrslitum Mortar í fyrra. Þórgnýr var í Gettu-beturliði MH í 4 ár. Í dag er hann einn af þjálfurum liðsins. En það var hann einnig í fyrra. Hann þjálfar líka Morfísliði MH. Og vitið hvað er meðal laun á mánuði? Við viljum fá svör í næstu ræðu. En Þórgnýr var líka oddviti málfundafélags NFMH. Hann var skólastjórnarfulltrúi árið áður og hann hefur árum saman þegið laun frá NFMH í ýmsum formum, þar á meðal í ýmiss konar matastyrkjum. Og þið spyrjið ykkur aðalust núna hvernig þetta tengist umræðinu.
En ég segi ykkur, spurðið frekar í hvað Þórgnýr eyðir þessum pening. Ég fengi það staðfest frá ýmsum aðilum að uppáhalds veitingastaðurinn hans Þórgnýr sé jú eini veitingastaðurinn sem með vínveitingaleyfi í Garðabænum, IKEA. Og samkvæmt útreikningum Kolbeins gjaldkera eyddi NFMH í gegnum Þórgnýr 500.000 króna í IKEA á árunum 2011 til 2015. Finnst einhverjum þetta að vera eðlileg vinnubrögð? Núna er þessi maður á launum við að þjálfa Morfís og Gettu beturlið skólans. Ég held að við þurfum ekki að grafa djúpt til að komast að því hvert þessi peningar fara. En hver ber ábyrgð á starfi skólans í Gettu betur og Morfís? Jú, einmitt ráðið sem Þórgnýr veitti forsvar á síðasta skólaári, Málkundafélag NFMH. Og hver er oddviti þess í dag? Margrét Lóa, meðmælandi andmælandi okkar og meðlimur í stjórn nemendafélagsins. Sjáu hvað þetta nær djúpt. Er þetta samfélagið sem við viljum búa í? Eyþór, áinn í Selfossi heitir Ölfusá, hálfvitiðinn. Ég skal taka eina IKEA-pulsu og kasta henni í húsasundi af þér, Eyþór. Eyþór, vilt þú sýna börnum Pulp Fiction? Veistu hvað er mikið ofbeldi í henni? Þetta er fucking ógeð. Við sjáum ýmsa þræði skýrast hér en það býr meira undir henni haldið. Á könnunarferðum mínum The Deep Web hef ég komist að því að þetta er einhver allsherjar samsæri sem á rætur sína djúpt inn í innstu hringi sænska sósíaldemókrataflokksins. Á ferðalagi mínu þar fann ég bandarískan félaga sem hefur verið virkur í baráttunni gegn þessum sænsku skítalum. Hann mun mæta hér og stappa í okkur stálinu á eftir. Komaðu stundir. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góða gestir. Ég ætla að segja ykkur hvernig þið getið fengið IKEA beint í æð. Ég er að tala fulla lager og það er ekkert verið að spara kjötbólurnar. Ég er bara með sófa á fullu verði og það er bara Expert í hillunar er að rjúka út og það er bara tilboð í gangi og það er bara allt að gerast í IKEA. Í alveg talað ekki missa þessu. Fermingaveislunar eru rétt að byrja og fermingagjafalistinn er gjörsamlega að fríka út. Það er hægt að kaupa bjúr í bauk og allir sem eru ferðir fá sér. Þetta er engin tengiskrift, þið bara bombið ykkur upp rúllustíðan og sleikið ykkur í gegnum the goddamn store. Finnið ykkur við hæfi og bara kaupið ykkur hamingju, þú veist, bananatrefjar. Þetta er ekki flókið, nema þú sért einn af strákunum í önnum meini sem er Mortar. Strákar, ég reyndi að sjá hlutina frá ykkar sjónarhorni, en ég bara sama hvað ég gat og kom ég ekki hausnum á mér svona langt upp í raskatöðum mér. Strákanir í vinnum sem Mortar sjá bara ekki hvað er að styðja ömurlegan málstað. Enda þurfa þær allir gleraugu, nema Kolbeinn, en það er allt í lagi, Friðgeir notar gleraugu á við 2. Hvernig er þetta að vera á móti IKEA? Ég veit alveg hvaða típa strákanir í vinnum sem Mortar verða elliheimilinu. Það er þessi sem að öskrar á trén og svindlar í bingói og sparkar í liftuna. Þið getið gleymt því að ég nenni að lana með ykkur elliheimilinu, strákar. Ég er viðkvæm sál sem þarf gott umhverfi. Ég get ekki þrífst hvað sem er. Ég er örvhentur, nærsýnn og með frjókornaánæmi. Vitið hvað er erfitt að halda góðu strítreppi á meðan það er svo djöflað að draga? Vitið hvað strítreppi er mikilvægt í 108? Og svo er ég engabarn, eins og Kolbeinn sagði því. Ég á engin systkini. Ég er ekki að segja að það sé eitthvað alltof slæmt, en maður er eina barnið á heimilinu. Ég á næstum enga vini í æsku. Einu vininir mínir voru Billy-hillunar og Tissetal náttborðin. Hverjir aðrir gátu verið vinir mínir? Ég á IKEA mikið að þakka. Ég átti samt alveg einhverja vini. Kolbeinn var til dæmis vinur minn, ekki lengur samt. Ég held hann hafa orðið öfundsjúkur út í Hemnes-kommuna mína. Komin í snafnum þegar við vorum í Örbæk þar sem hann var að hamast á Hemnes-kommóðinu með sandpapír. Kolbeinn, Hemnes var til staðar þegar ég þurfti á því að halda. Þú getur sjálfur kennt. Alla fór Kolbeinn að fjarlægast mig eftir þetta, fór að hanga með fólki svo Jónasi og eitthvað. Þessi hugsunáttur byggist ekki á neinum rökum hjá okkur strákar, þetta er bara afbrýðisemi. Afbrýðisemi náði hámarkið þegar ég satt einn kaldan sumarmorgun á gólfinu inn í herbergið að setja saman kompliment skóhilluna sem ég fekk í sumargjöf. Mér finnst mjög erfitt að tala það atvik, en við skulum orða þannig að Kolbeinn hafi rutt sinni í herbergið og ekkert verið að spara hamarinn. Ég átt erfitt með að treysta fólki síðan þá, en ég get alltaf treyst IKEA. Ég meina, maður fer í IKEA og sér einhverja vélprófa stóla aftur og aftur og aftur bara til þess að maður getur verið viss það að hægt að setjast í hann og verið algjörlega öruggur. Það er traust. En ég meina, endilega farið og setjast í óprófuðu stólana, strákar. Njótið hryggskeggjunar og prófnir rófubinsins. Friðgeir er með gillanæð.
Friðgeir veit hvað Ölfusá heitir. Og Þorgrím fær allan ekki þakklæti Friðgeirs á launum. Spurðu frekar Kolbeinn gjaldkera hvað hann fær borgað. Beindu spjótunum í rétt átt. Kolbeinn, ef það er eitthvað sem þú má endilega dissa, þá er það helviti skítu og saurfylltu kleinurhringirnir á D&D. Það eru kjötbólur, saurstrákurinn. Í Bandaríkjunum, The Wonderland of Donuts, þá er Dunkin' Donuts kleinurhringjastæðurinn á bak við hina kleinurhringjastæðina. Good to see you. Alvarlegur góði gestur. Welcome to Miami. Myndi ég segja að umræðinni í kvöld væri Johnny Cash, en það er það ekki. I want to talk to you about IKEA. Ég hef rannsakað þetta fyrirtæki gaumgæfilega og hlutinni sem ég hef komist að eru too spooky and too real. IKEA. 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 Intentionally killing Ethan and who? That's a question. Question sem þarf answer. IKEA eitthvað annað en saklaus sænsk húsgagnaverslun? IKEA á eitthvað nátt ábyrgð á dauðsfalli Ethans? Og hverjum fleiri? Ethan. Ég kynntist Ethan þegar ég var ungur og óreyndur. Við börjumst saman í sænska barnaherinn. Sænski barnaherinn var til stutt eftir að Call of Duty 4 kom út á PlayStation. Forseti Svíþjóð sá hvernig ofbeldisnið óx hjá 12 ára mímurum sem voru komin á punktara level 3 í beinu hlutfalli við spilum tölvuleiksins. Call of Duty in real life var motto hersins og fljótlega þegar ég varnarmálaráð þeirra Svíþjóðar, PewDiePie, var sett í lög herskylda fyrir krakka sem lifði bak á kóðlífstínu. Fóringi okkar hóps, XXX 360 Squad, XXX, Óli Blómkvist, var þekktur fyrir að hengja myndir úr IKEA upp á vegginn heima hjá sér. Að ganga inn í stofuna heima hjá Óli var eins og að fara inn í Google Image Search og skrifa cool stock photos. Óli leiddi okkur í herferðum Skandinavíu þar sem við í sænska barnahernum lögðum undir okkur næstum allt skólendi í Norður-Evrópu. Við hermennir vorum þó grunnleysir tilgang stríðsins. Búningurinn hans Ása á grímuballinu var hrekkjusvín. Ási, djöðlega fokkin leiðilegur. Ási sagði að hann væri örfendur, nærsýnn og með frjókorn á hann. Ási, það var bara hárrétt. Ási var fullur upp í ponti. Ætlar enginn að hugsa börnin? Fuck. Eitt örlagaríkt kvöld vorum við Ethan að drekka saman eftir erfiðan dag. Við höfum keypt flösku af Smirnoff Ice heimabruggi fyrir pokatótt frá rússneskum bónda við landamærin. Flaska var hann hálftóm þegar Ethan leit á mig og sagði: Styrmir, ég þarf að segja svolítið mikilvægt. Þú mátt engum segja hverju ég kom í stað. Ethan hafði laumast inn á skrifstofu Óli Blómkvist og fundið leynileg skjöl sem í stóð að herinn okkar væri einkareikinn af IKEA. Herferð okkar var til þess að fullnægja ógnvænlegri timburþörf IKEA svo þeir geti haldið áfram að framleiða Borston, Hitler og Djembis kommóður. Blóðhúsgögn. Tjókuból. En samt, í alvöru tala, IKEA draugabær. Þetta er fullt af svona innréttuðum herbyggjum sem eru tóm, en samt er fullt af svona dótið hana, svona hálfkláru vasklus, svona diskar með milsnjó, eins og við hafa verið hana á það sem mönns eða chilla á sjónvarpið, það sem bara skroppið 500 út í sjoppu eða eitthvað. Þegar ég fer í IKEA og opna skuffu, bara einhvern skáp, bara eitthvað, þá kalla framliðinar samling úr stríðinu á mig í einn. Og þegar ég labbaði inn í matsalinn og hugsaði mannakjötu sem ég þurfti að nærast á til að lifa af snjóstormuna sem við lendum í stríðinu. Og þegar ég sé börnin leika sér í boltagrifunni, hugsaði alla vini mína sem drukknuðu til þess að fátækir heimspekinema geti keypt sér nýja kommóðu inn í kjallaraíbúðina sína í gamla Vesturbænum. Ethan vissi allt og mikið. Ethan, eftir að hann sagði mér frá skítuga leyndarmáli Óli Blómkvist og samsæðinu, hvarf hann, sporlaust. IKEA intentionally killed Ethan and you're next. Fuck í salinn! Krakkar, vitið þið hvað er ógeðslega vont að vera með ebólu eða? Nei, ég held ekki. Kæri fundarstjóri, undanfærin ár það verið að tíðkast hjá ungu fólki að fara á stefnumóti í IKEA. Ég veit ekki með ykkur, en ég sá allavega aldrei hashtagið slæmt date í IKEA á sínum tíma.
Skemmtileg staðreynd að Magga og Jónas fóru á fyrsta deiti sitt í IKEA. Fundarstjóri fyrr á þessu ári kom Ásvaldur blindfullur og óboðinn í 8 ára afmæli litlafrænda míns. Hann lyktaði eins og slátufélag Suðurlands, en hann var einmitt nýkominn úr kaffetýrunni í IKEA. Hann var rekinn þaðan fyrir að setja Viagra og kæruleysislyf í jafningin á hjólabörnu. Núna, 9 mánuðum seinna, hafa aldrei jafnmörg börn fæst í Garðabæ. Vissuð þið að það hafa aldrei jafnmargar IKEA-verslanir opnað í ár? Hafa flestar búðirnar opnað í Sýrlandi, en það einmitt ástæðan fyrir öllu flóttamannastraumum sem kemur þaðan. Það ekki aðeins vegna þess að Sýrlendingar, líkt og aðrir víða heim, vilja ekki búa í landi þar sem IKEA þröngar sænskri menningu upp að þér, líkt og Arnar reynir að selja þeir fylgju nýfæddra frænku sínar þegar hann á ekki efni á landabrúsa. Það vegna þess að þar sem IKEA þrífst ekki mannlíf. Hvers vegna engin byggð í kringum IKEA í Garðabæ? Af hverju var engin varið byggingavinnu á IKEA? Hvað varð allt fólkið sem að bjó í íbúðunum? Einu sinni var heilt bæjarfélag í þeim hluta Garðabæsins þar sem IKEA trónir nú. Bæjarfélagið hét Latibær og var í heild sinni tilraunastarfsemi því öll byggðin var inn í einni byggingu. Síðan kom IKEA. Sænski barnaherinn ruddist inn og rak alla það sem þar bjuggu á brott. Þótt Magnús Scheving hafi barist hetjulega yfirbugaði svenska ungdóminn hann að lokum. Íbúar Latabæjar neyddust til að flýja land. Eins leiðilegt og þessi frásögn það var áhugavert á sama tíma að segja að það var einmitt svona sem að byggð á Vestmannaeyjum var til. Ási, ég kynntist einu sinni þessum Hannesi og hann bara fokkin leiðilegu gæi. Arnar keypti heilt kartón af sígarettum í fríhöfninni. Hann reykir ekki einu sinni. Arnar, mamma þín gaf Jónasi bjór þegar hann var ekki einu svona 18 ára. Arnar, þetta var það við lög. Eyþór, þótt fólk veit ekki hversu vont það að vera með ebólu, réttlætir það ekki að smita heilan grunnskóla af henni. Eyþór, ef þú ferð ekki að fokkin halda kjafti, þá leyfi ég Styrma nóskópa þig. Talað Samuel L. Jackson. Enough is enough! I have had it with this motherfucking IKEA! Rétt í þessu yfirgaf Jónas salinn. Ástæðan sem hann gaf okkur var svo að hann þurfti að fara í vinnuna. Þessar mundir mikil eftirspurn eftir húðlitaðu leðri í IKEA. Magga, þú þarft að finna þér nýjan kærasta. Daginn dreymdi mig að IKEA væri manneskja. IKEA var svona eins og manneskja sem öllum líka verðið. Fyndin og opin en sem viðkunnleg, einlæg og ljúf. Svolítið eins og Alexis Fyndastinni. Ég og IKEA voru bestu vinir í heiminum. Ég hafði þekkt hana sem ég var 2 ára og við hefum gengið í gennum allan fjandar saman. Rillum alla saman á leikskólanum, farað út að labba með tuskudýrin okkar, tekið 7. bekkjar kringlutímabil saman, redda fyrsta samfélagsleikni fyrir hver aðra, farað fyrsta menntaskólaballi saman, splitta fyrsta landabrúsanum saman og plugga fyrsta lumminu fyrir hver aðra. Nefndu það. Ég sá okkur sem þau fyrir mér í framtíðinni og hann að þrítuga vesturbæðamömmur, gangaði eftir ægisíðinni með barnavagna okkar. Svo innilega falleg vinátta. Í drauminu vorum við á djamminu fullt af krökkum með hann á. Kvöldið var búið að vera frekar dramatískt. IKEA var nýbúin að sjá fyrrandi kærasta sinni í sleik og í aðra gellu. Ég var sjálf búin að vera lítil í mig upp í síðkastið og svo í þokkbót og vinur okkur allt of fullir og vantaði sárlega aðstoð. Þegar kvöldið gat ekki orðið verra, hittum við Styrmi. Styrmi var í rosalega miklu uppnámi og byrjaði að rífast við IKEA. Þessi draum var fljótur að breytast í martröð því Árni veit að dregur Styrmi sandpapír og sleggju og drepur IKEA. Það voru flísar út allt. Styrmi fór í ævilangt fangelsi í kjölfarið fyrir spellvirki. Styrmir, ertu algjör lúði? Veistu ekki neitt IKEA? Ingvar Kamprad skrásetti IKEA árið 1943. E stóð fyrir Ingvar, K fyrir Kamprad, E fyrir Elmutaðrít, nafnið á Sveitabæ fjölskyldunar og A fyrir Agunnaðrít, nafnið á þorpinans. Hversu krúkklegt það? IKEA reytur flóttamanna ekki í burtu. IKEA tekur á móti þeim. Svíþjóð tekur á móti flestum flóttamönnum á miðað höfðatali. IKEA líka útvegar flóttamönnum rúm, dýnur og sengur. Plús, Hannes ekki gæi, hann kommað og heitir Hemnes.
Jónas Þór, meira svona Jónas Fór. Jónas farinn en ég þurfti að játa svolítið fyrir honum. Ég hefði nátt að segja hann þetta fyrir löngu en Ingvar Kamprad sigurpabbi minn. Sorry Jónas. Alltaf þegar ég stíg inn eða jafnvel hugsa mikið þá ég hlýi hjarta við ilminn Andersson, Billyhitturum og sænsku kjötballunum. Ég geti ekki að fundið hennar ilminn inni að það væri fyrir rjúkandi púntfílna á kórdrykkjum sem unnu sinni mortar. Strákar, mér langar rosalega mikið að skilja hvað færi til að tala svona IKEA. IKEA hefur ekki neitt með almennilegu gæði, kom bara á traðgeiri sjálfstöð hans. Vitið þið hvað þið væri á IKEA? Það var kannski ekki Gísli komið til. Hatið þið Gísla koma? Ég trúi þess ekki. Ég er sár og ég vonsvikinn. Góðu gestir, ég held að við vitum vel hvað Jónas ekki að fara að gera undir IKEA-sænginni minni í kvöld. Fanur Sjórai, Anmalandur, Dómur og góð gestur. Ég hef verið á þessu landi for 2 vikur og ég hef lært svona mikið in your language. But now I'll switch to my native language, the American language of English. I'd like to thank you guys for having me here tonight. I fucking love Iceland! I love the people of Iceland. I sure love you guys. I love the Viking power in all of y'all. And I love the beautiful women of Iceland. Shout out to all the hot chicks of this country. And God knows there's plenty of them. My name is Robbie Bob Barberson III, and I come from Shelbytown in Tennessee. I'm a simple man and I love myself some simple things. I only like a few things. I like to have myself a beer, watching football on television, not some of that fucking shit you call soccer. No, I like to watch real American football. And I like to eat my chicken wings my wife Susanna makes. And I go to church every Sunday because I fucking love Jesus Christ. God bless y'all. But I'm gonna tell you what my wife did a few days ago. She said to me, Robbie, we need a new desk for Jimmy. Let's go to IKEA. I looked at her and I said, shut the fuck up! If you go to IKEA, I'ma fucking leave you! So what's on the street that you guys are talking about IKEA here today? It just happens to be that I know a thing about that shithole. Y'all know what country IKEA come from? IKEA come from the Social Democratic Republic of Sweden, aka the communist fuckhole of Sweden. And I want to tell y'all something about those Swedish commie fuckers. I fucking hate those dirtbags. Y'all know what they do to their kids? They fucking pay for their education. Now that's fucking disgusting. The only thing I like about that commie pile of shit is the Swedish chicks, and they're fucking hot as hell. Yeah. So I said to my wife, you ain't buying none of the fucking Swedish commie desks, and I sent her right to Walmart, the shop where real Americans shop at. We really need to do something about those commies over there in Sweden, and I know that goddamn son of a bitch I call president ain't gonna do shit about that. That Barack Obama ain't nothing but a fucking turd face. He's probably a communist himself. You know, the person that everyone likes is usually a fucking serial killer or something. IKEA fits that bill pretty good. Either I know you look like a tomato before you had Ebola. Margaret, I didn't understand a word you said, but it sounded like shit. And here's the message from Bridget. Ingvar skrásetti líka gillina þarna sem Arnar gaf mér. Now, I'll say, I heard you bad-mouthing Dunkin' Donuts earlier. Shut up, you fucking mouth prick. Dunkin' Donuts is one of the greatest restaurants in America. And I know that because I'm a fucking God-fearing patriot and I love America. Now, there's a president that will become. We live in an age of darkness. We live in times where communists are able to rule the whole country. A country where hot chicks and Vikings live. But brighter times are ahead. In a few months, Donald Trump will become the president of the United States. Then God's only true superpower, the USA, will declare war on those commie shitholes in Sweden and IKEA and crush those fucking bastards. We will drink the blood of every man, child and woman in that country and restore the pride of Viking freedom in those fucking countries. God bless America and no place else.
Seinasta sumar þá vann ég sem ruslakall. Stórlega vanmetið starf og einstaklega vel borgað. Starfið var hins vegar ekki eintómur dans á rósum. Ég vann tíma með 2 mönnum sem voru ekki beint með puttan á púlsinum þegar að koma inn ýmsum málunum og reifst ég oft við þá þessi mál. Oft voru þeir að tala hvað þeir vildi ekki fá flóttamenn hingað til landsins, til dæmis. Og við vorum einu sinni að rífast það mál og þá nefndi ég Svíþjóð, þar sem Svíþjóð er eitt íbúavænasta land í heimi. Það er staðurinn, það er alveg þið megið googla það. Samstarfsmenn mínir voru hins vegar ekki á sama máli og sögðu að væri ömurlegt að búa í Svíþjóð. Svíþjóð með afar hátt hlutfall innflytjenda og Svíþjóð er eitt fremst í flokki á kynjajafnrétti. Námskerfið í Svíþjóð skilar góðum árangri, það er ókeypis fyrir börn að vera hjá dagmömmum og heilbrigðiskerfið er fyrirbur ókeypis þar sem ríkisstjórnin borgar fyrir það. Svíþjóð er ein til fyrirmyndar þegar kemur á að umhverfisvænu samgöngukerfi og það er alltaf eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu. Alltaf. Svíþjóð er alveg með fullt af flóttamönnum og er alveg að brillera. Ekki það að ég sé að líka strákunum við unnum einu sinni mortar við þessa samstarfsmenn mína, en ég meina komastrákar. Eina fólkið sem er mögulega á móti Svíþjóð er einhvern veginn svona. Ég vil ekki svör í næstu ræðu, ég vil afsökunarbeiðni. Hvers eiga Svíar að gjalda? Svíar eru ógeðslega næs fólk. Ég var einu sinni í sporvagn í Svíþjóð og sat við hliðina á gömlum manni sem var svona á að giska kringum 8. Við töluðum ekkert saman alla ferðina en þegar ég og hópurinn minn vorum að fara út þá sagði hann eitthvað mig á sænsku. Ég spyr hann hvort hann geti endurtekið á ensku og þá segir hann have a nice Wednesday. Þetta er með því fallegra sem hefur verið sagt við mig. En ég vona þið eigið ömurlegar miðvikudagsstrákar, skammist ykkar. Af hverju heitir Friðgeir herra Friddigeir á Twitter? Það er eins og íslensk rúfþýðing á Freddy Krueger. Levind Jonas appeared. Jonas used Friðgeir. It was super dank. Ásvaldur is memed and cannot speak for 3 seconds. Vel spilað Jónas, en þetta er í alvöru eina framlagið til keppninnar. Skemmtilegt að segja frá því að þegar að einu sinni þá gaf mamma Arnars Jónasi bjór og Jónas reyndi að fara í sleik við hana og meðan horfði hann í augun á Arnari og sagðist ætla að vera nýi pappans. Mamma Arnars hlóa hann og Jónas fór að gráta. Mamma Jónasar gaf Styrmi jakka. Friðgeir ætlar að byrja Cold War 2 hjá IKEA og Bandaríkjunum. Friðgeir er í Budweiser jakka og talar ensku, en Friðgeir drekkur ekki Budweiser, heldur er hann típa sem drekkur ekkert nema Mountain Dew, Code Red á meðan hann kúkar í pizzakassa og spilar World of Warcraft á meðan mammans matar hann. Friðgeir er bara Budweiser að utan. En jæja, það er komið nóvember, það styttist í jólin og jólin fór að koma. Fólk fyrir að setja upp jólaskraut og fleiri búðir fyrir að detti sinn árlega jólaham. Það er ekki fyrir tilstilli hefða eða gamalla vana að fólk fara að undirbúa jólin. Það er einungis vegna þess að IKEA er búið að vera að skrifa undan öllum hinum í nokkra mánuði og það er IKEA að þakka þessu jól yfir höfuð. IKEA er vekjaraklukkan sem segir ding ding, jólin er að koma. IKEA byrjaði að undirbúa jólin til að auðvelda öðrum að gera slíkt hið sama. Án IKEA myndum við aldrei átt okkur á því að jólin fór að koma og öll þjóðin myndi mæti í Tiger á Þorláksmessu þegar hún fattar að það sé ekki búið að kaupa hennar jólagjafir. Allir myndu fá 1944 kr. Grautu jólamat og skreytingarnar væri gerður vasaljósum og þvottaklemmum. Allt væri gert á síðustu stundu. Án IKEA myndi jól Ísland steypast til glötunar í skipulagsleysi og þetta reddast, hugsunarhætti. Værum ekkert án IKEA. Fundarstjóri, hefur þú reynt að keyra bíl án þess að kveikja á honum? Hefur þú mætt í lokaprófi áfanga sem þú skráðir aldrei í? Hefur þú reynt í ástarsorg án þess að hafa nokkurn tímann elskað? Allir vita að jólin byrja í IKEA og einhvers staðar verða hlutirnir að byrja. Án upphafs þá ganga hlutirnir ekki upp. Við eigum IKEA meira þakka en við gerum okkur grein fyrir. Takk IKEA fyrir jólin. Takk fyrir IKEA fyrir húsgögnin. Takk fyrir góðu stundirnar og væntumþykjuna. Takk fyrir lífið. Böðsjö, hefur þú farið á date? Ok, ég fór ekki á date. Á kvöldu ég var að bíða til póstsendingu. Ég hafði fest kaup á náttborðið úr IKEA og var væntanlegt á hverri stundi. Ding dong! Ég fór til dyra, opnaði. Náttborðið stóð fyrir utan. Hlúð búið og sagði hæ, ég fór í kleinu. Hæ, kært í bæinn, afsakaðu draslið, það má bjóða eitthvað að drekka og hvað verður fallega augu. Ég meina, verð ekki svona stressaður, sagði náttborðið og blikkaði mig. Ég opnaði skúffuna, skjálfhendur á spenningi. Í heimi þessum IKEA væri gæða fyrirtæki, væri þessi saga ekki fjarri í raunveruleikanum. Bæði var miklu betri heldur en sorglega sagan á því hvernig Eyþór missti meidóminn sinn í IKEA í Garðabænum. En hvað er þessi í þessu?
Spicy furniture service for me and you. Have an exciting Monday with your húsgagn. Nei, við búum í heimi þar sem sveittir Svíar klæddir sænska þjóðbúningnum, gulum pólóskiptum og bláum derhúfum með IKEA-lógóum, koma til dyra með pappakassa fullan af sundurhlutuðum húsgögnum og bulla eitthvað að ég þurfa bara að jetta bóvan í rófen og þá verður húsgagni tilbúið. Aftur að lita á alveg IKEA. Hvað frumlegi edgy gæi steig yfir línuna og hvað fucking fánaliti Svíþjóðar utan á sænsku húsgagnasöfnunni sinni og misþyrma þar með sænska fáninn. Ég ímynda mér að það hafi verið einhvern veginn svona. Já, Sven, þú sér, ef ég settar svenska farfinn skal allir segja wow, þeir segja svenskar húsgagn og elskar Sverige og við gefa allar svenska sjöttbóllir að borða og allir segja wow, mér finnst ég að vera í Stockholm. Ég ætla að opna búð sem ég vil kalla Ískea. Húsgagnaverslun sem selur íslensk húsgagn úr íslenskum hráefnum fyrir föðurlandselskandi Íslendinga. Lógóið verður að sjálfsögðu í fánalitunum og í mötuneytinu getur fengið kjamma og kók ásamt eistum í munnin þinn. Ísland fyrir Íslendinga. Stemningin í búðinu verður svipuð í Landsbyggðarstræti og leið frá Reykjavík til Akureyrar og að ganga í gegnum hana mun taka svipað langan tíma. Ok, Ási talaði staðreyndir Ási, mér fucking drullu sama. Ég vona að sænska ríkisstjórnin borgi fyrir barsmiðana sem ég að fara að sleppa lausum á okkur. Magga, ef þú verið strákur hefði draumurinn sem þú vísti verið blautur draumur. Ási klónaður Ari beint úr smiðju meistarana í IKEA. Ási keypti röðina sinni í IKEA. Margrét sagði að Jónas yrði ekki undir IKEA-sænginni sinni í kvöld. Þar var hins vegar sæti IKEA-pilturinn sem sá að húðfletta Jónas. Allt sem Ási sagði Friðgeir satt. Hann fáviti, þess vegna rákuðu hann og fengum Bandaríkjamann í staðinn. Djúðir svona Svíar næs alltaf. Það ekki? Fundarsögur hafið komið til Svíþjóðar. Segðu mér í hreinskilni, tókstu eitthvað sérstaklega eftir í hvað Svíar voru ógró næs við þig? Hélt ekki. Þessi næsleiki sprottin af ímynd sem IKEA hefur þröngvað upp á landið. Það borða ekki allir Svíar kjötbólur. Það ekki allir Svíar sjúklega næs. IKEA holdgerningur sænsku stereotypunar. Og við ætlum að uppræta hana. Frelsu Svíþjóð undan okinu. Byrja á ræðina kvöldsins og það er Ási og 72 stig 3 en 42 stig er Friðgeir með einu stigi. Heildarstig er 2573. Munurinn er 61. Liðið sem vann í fyrra vann aftur í ár.